Harpa Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs Seðlabanka Íslands. Velkomin. Já, þakka fyrir. Þið birtuð í gær haustútgáfu af fjármálastöðugleikariti bankans og það farið venju samkvæmt yfir helstu svona áhættuþættina sem eru til staðar í íslensku fjármálakerfi og þetta hljómi kannski dálítið tæknilegt í eyrum margra áhorfenda, þá þetta eitthvað sem hefur bara mikil og afgerandi áhrif á líf og störf fólks daglega, þessir áhættuþættir. Til að byrja með, getur þú samt kannski útskýrt fyrir mér hvað felst í hlutverki þessa sviðs sem þú stýrir? Já, eins og orðið felur í sér fjármálastöðugleiki, þá erum við fyrst og fremst að hugsa stöðugleika kerfisins og þá lítum við breytt yfir sviðið, þá lítum við á hvaða áhættur geta ógnað bankakerfinu og á sama tíma þá lítum við og förum vel yfir stöðu bankana og getur þeirra þá til að mæta áhættunni. Þannig eru þið fyrst og síðast að greina þessar áhættur eða eru með eitthvað tæki og tól til þess að grípa inn í ef þið sjáuð eitthvað áhættur yfirvofandi? Við erum fyrst og fremst að greina en það vettvangur fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd sem að hafa tæki og tól til þess að grípa inn í. Í ritinu sem þið kynntu í gær farið yfir helstu áhættuþættina sem stöndum fram fyrir núna. Það ansi margir líklega með réttu sem heyra þessi tvö orð í sömu setningunni, það áhættu á fjármálakerfi sem láta huga reika aftur til haustsins 2008. En við erum ekkert í þannig stöðu í dag eða nokkuð. Það svo langt í frá og það ekki síst því að það hefur breyst svo mikið hvað varðar bankana. Það hefur verið aukið svo mikið kröfur á hvað þeir þurfi að hafa til þess að mæta áhættunni og þá ber hæst að nefna að þeir þurfa að hafa mun meira eigið fé en var hér fyrir hrun, næstum þrefalt meira, þannig að það mikið meira borð fyrir báru almennt. Þar koma inn hinir svokallaðir eiginfjáraukar sem hafa einmitt verið settir á eftir áfallið til þess að mæta svona stórum áföllum. Dveljum aðeins við bankana því framkomið álagspróf á þeim og birti niðurstöðu þess í fjármálastöðugleikaritinu og þetta eru allt öðruvísi skepnur en þeir voru hérna fyrir bankahrun. Þetta eru eins og þú segir með þessa mikla aukningu á eigið fé sem þeim hefur verið gert að innleiða hjá sér og gerir viðnámsþróttir miklu meira en það var áður, starfsemin miklu meira innanlands en ekki alþjóðlega eins og hún var áður, þannig að sú áhætta kannski ekki jafn mikil til staðar eins og hún var. En hvernig eru bankarnir í stakk búnir til þess að takast á við áföll í dag og hvaða áhættuþættir eru það sem þeir eru að glíma við í dag? Hvernig eru þeir öðruvísi en þeir sem voru hérna kannski fyrir áratug? Í rauninni bankakerfi bara mikið minna, það starfar bara innanlands og það ákveðið öryggi í því fyrir okkur því að það umhverfi sem við þekkjum og við erum miklu betur í stakk búin til að meta þá áhættu sem til staðar hér innanlands. Bankarnir eru bæði með mikið meira laust fé og eigið fé, þannig að geta þeirra til að mæta áföllum mun meira en var hér fyrir hrun. Og eina megin ástöðun þess að þessar kröfur hafa verið settar á með svona auknum hætti til þess að standa vörð fjármálakerfið og það verndar hagsmuni almennings á endanum. Þetta hefur verið töluvert gagnrýnt líka af mörgum að eiginfjárkröfurnar séu ennþá svona miklar, að þarna sé svona fé sem gæti nýst með öðrum hætti, sérstaklega þessum tveir stærstu bönkunum í eigu ríkisins. Hafið þið einhverja svona sérstaklega skoðun á því hvort það sé orðið tímabært til þess að færa niður þessi viðmið hvert eigið fé á að vera? Já, við höfum skoðun á því og við viljum gjarnan að bankarnir viðhaldi sínum góða viðnámsþrótti. Það í sjálfu sér þá dálítill peningur sem situr þar inni en kostnaður við það að þurfa að grípa bankana í áfalli mun meiri heldur en það að vera með borð fyrir báru. En hverjir eru svona helstu áhættuþættirnir sem bankakerfið stendur frammi fyrir í dag? Já, það eru náttúrulega ýmsir áhættur og það í rauninni margt breytt getum við sagt bara núna og frá því í vor, svona almennt. Við getum sagt að við erum í aðeins meiri beygjuskilum, það bara margt að breytast í okkar umhverfi. Það að hægja á hagvexti og það hefur verið meiri óráði á mörkuðum, hreyfingu gengi króna og ýmislegt sem svona almennt, sem eykur bara óvissuna almennt.
En annars eru það þá 3 áhættuþættir sem við lítum sérstaklega til og það íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og ferðaþjónustan. Við förum kannski dýpra ofan í hvern og einn þessara áhættuþátta. Því fjallið töluvert ferðaþjónustuna í ritinu sem birtist í gær og sérstaklega að áhættan þar hafi aukist bara umtalsvert frá því að síðasta fjármálastöðugleikariti kom út í vor. Af hverju það? Hvaða stóru þættir eru það í ferðaþjónustu sem hafa breyst svona skyndilega á svona skömmum tíma? Í rauninni kannski, við erum að sjá að það að hægja á þessum mikla vexti sem verið hefur. Við höfum auðvitað bent á áhættuna sem fylgir svona örum vexti nokkra hríð og nú hægir á og við erum komin í kannski hvað varðar ákveðin beygjuskil í þessu og greinin að byrja að leita sér að sínu jafnvægi. Við vorum áður fyrr með eina stóra útflutningsgrein, sjávarútveginn. Við erum núna komin með 2 útflutningsgreinar, bæði ferðaþjónustuna og sjávarútvegurinn og það vissulega mjög jákvætt að vera með 2 meginstóðir fyrir útflutning en önnur greinin, ferðaþjónustan, svo ný þannig að hún svona að finna sinn farveg og sitt jafnvægi og þegar ástandi þannig að þú ert að leita að jafnvæginu þá hreyfist þau svolítið upp og niður og því fylgir svona ákveðin áhætta. En það eru utanaðkomandi þættir sem spila stólar rullu eins og til dæmis bara þróun á heimsmarkaðsverði á olíu sem svona, má segja kannski sé ráðandi þáttur vegna þess að þegar heimsmarkaðsverði á olíu lágt þá lækka flugfjárgjöld og þá fjölgar ferðamönnum og svo framvegis. Núna erum við að upplifa mikla hækkun á heimsmarkaðsverði á olíu á tiltölulega skömmum tíma og það virðist hafa bein áhrif á þá áhættu sem skapast innan fjármálakerfisins. Algjörlega og það svona ein af ástæðum þess að við erum að auka áhættustigið, við erum að sjá að hlutir kannski geti gerst hraðar en við var búist og það einmitt ekki síst hækkandi olíuverð og það hefur verið mikil áskorun í flugrekstri bara víða heim, ekki bara á Íslandi og samkeppnin mjög hörð þannig á sama tíma og olíuverðið hefur hækkað svona mikið þá hefur flugverðið á sætunum ekki hækkað eins mikið. En áhættan sem þið eru þá að sjá að fjármálakerfi standi frammi fyrir vegna þess að það hefur náttúrulega hagsmuni í ferðaþjónustunni sem við byggst upp hérna síðustu árum, í flugfélögunum, í hótelrekstrinum og svo framvegis. Algjörlega og svo náttúrulega gengið verðið, Íslandi líka orðið einna dýrasti áfangastaður í Evrópu og hafi menn áhuga að ferðast á norðurslóðum þá líka möguleiki menn ferðist til annarra landa en Íslands þannig að það spila svona margt inn sem leggst á sömu sveif þar. Þið fjallið líka eins og myndist á hérna áðan íbúðamarkaðinn og segir í ritinu að það séu aukna líkur á því að kerfisáhætta tengd íbúðamarkaði byggist upp. Getur útskýrt þetta aðeins nánar fyrir mér? Já, ef við byrjum kannski á íbúðarhúsnæðinu. Sá áhættuþáttur í rauninni bara með á svipuðu áhættustigi og síðast og það merktur sem lægsta áhættan. Nú verðið á íbúðarhúsnæði hefur hækkað mjög mikið en það hefur á einhverju leyti haldist í hendur við kaupmátt. Þannig að það geta til staðar til þess að ráða einhverju leyti við hærra-verð og á sama tíma þá hafa skuldir heimilanna ekki aukist mjög mikið þannig að áhættan út af íbúðarverðinu svona á minnsta áhættustigi, þetta meira svona á radar. Svo höfum við séð hvernig ferðaþjónustan hefur svo aðeins hreyft við þessu með þessari miklu leigu á Airbnb og þar hefur íbúðum verið kippt út af markanum. Þannig að þar kemur svona tenging frá ferðaþjónustinni. En það eru ýmsir þættir sem geta náttúrulega haft áhrif þarna á, meðal annars þær aðgerðir sem stjórnvöld að ráðast í núna með auknu eftirliti og kannski harðari aðgerðum gagnvart þeim sem eru að stunda leigustarfsemi eins og þá sem þú ert að tala Airbnb án þess að uppfylla kannski öll skilyrði laga það sem getur breytt þessari stöðu tiltölulega hratt, fjölgað íbúðum á markaði, náttúrulega mikið íbúðum í byggingu og svo eru svona ýmis teikn á lofti það að verðbólga gæti verið að hækka, virðist flestir spáaðilar vera þar að verðbólga muni aukast aðeins á næstu missurum og það mun væntanlega hafa töluverð áhrif á skuldir heimilanna og getur þeirra til stand undir þeim. Klárlega og þetta ein ástæðan þess að við flöggum þessu inni sem áhættuþætti þó hann sé ekki settur á hátt áhættustig. Hvað þarf að gerast til þess að áhættustigið á þessum þætti hækki? Það sem þyrfti að gerast væri að skuldir heimilanna myndu aukast mjög hratt
og að verð myndi víkja mikið frá kaupmætti. Það náttúrulega geti gerst ef að verðbólga myndi hækka skart tiltölulega hratt, þar sem meginþorri íbúðar lána þjóðarinnar í verðtryggðum lánum. Klárlega, en við skulum nú hafa trú á verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Þið fjallið líka töluvert atvinnuhúsnæði í ritinu og þá áhættu sem geti fylgt honum. Af hverju að hafa svona mikla áhyggjur af atvinnuhúsnæði? Já, atvinnuhúsnæði nokkuð sem hefur bara leikið stóra rullu í fjármálakreppum víða heim og einnig hér í kreppunni sem við gengum í gegnum 2008. Atvinnuhúsnæði hefur hækkað mjög mikið og það breytist mun meira heldur en íbúðarhúsnæði. Atvinnuhúsnæði rís hærra upp og þá verður fallið lengra niður ef eitthvað kemur upp á. Atvinnuhúsnæði líka svona ólíkt íbúðarhúsnæði hvað það varðar, þetta svo mismunandi. Það stór munur á hótelin í bæ og vöruskemmu á völlunum. Þannig að það svona meiri breytileiki. Útskýrðu aðeins fyrir mér þessar hækkanir sem orðið, hvað eru við að tala að umfangi og yfir kannski hvaða tíma? Við höfum verið að horfa núna á hækkanir milli ára vel yfir 10% á raunvirði, semst á föstu verðlagi. Það all mikið svona mörg ár í röð. Hvað það sem drífur áfram þessar hækkanir? Er það ferðaþjónusta? Það eru þetta margt sem spilar inn í og þar kemur aftur tengingin inn í ferðaþjónustan. Þetta góðæri sem við höfum notið góðs af undanfarin ár hefur ýtt við mörgu og menn hafa möguleika á að standa undir hærri leiguverði á meðan það kemur svona mikið inn. Þannig að svo við tökum þetta saman, þið hafa áhyggjur af því að það gæti komið eitthvað niðursveifla í verði á atvinnuhúsnæði sem myndi valda svona keðjuverkandi áhrifum vegna skuldsettingar og annars slíkt sem menn hafa ráðist í til þess að kaupa slíkt. Akkúrat, og ekki síst tengslin við ferðaþjónustuna ef það hægir á þar hvernig þetta svona spila saman. Já, og þá alltaf verið að tala hóteluppbyggingu. Ekki síst fyrst og fremst hótelin. Það margt þetta leitar við það, bara verslunuhúsnæði í miðbænum sem gerir ráð fyrir allir þessi veltu sem fylgir með komu ferðamanna. Við myndumst aðeins á utanaðkomandi þætti hérna áðan og töluðum þá heimsmarkaðsverðið og olíu. Það eru fleiri utanaðkomandi þættir sem hafa mikil áhrif á þróun íslensks efnahagslífs og þið talið aðeins það í ritinu að það töluverð óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum. Geturðu aðeins útskýrt fyrir mig hvað það sem þið helst áhyggjur þar? Já, það í rauninni má líta á þetta í tveimur hlutum. Annars vegar bara efnahagsástandi eins og hefur verið erlendis mjög lengi. Í Evrópu til dæmis hefur bara áhætta verið að byggjast upp undanfarin 10 ár með aukinni skuldsetningu og Evrópski Seðlabankinn hefur haldið vöxtum við núlli í mjög langan tíma þrátt fyrir að verðbólga þar sé komin vel yfir 2%. Þannig að þar hafa menn miklar áhyggjur á stöðunni og jafnvel getur maður ímyndað sér að þeir óttist bara að hækka vexti upp og út af skuldsetningu. Þannig að þarna geti farið að myndast svona, þarna búið að myndast ákveðin svona spenna á milli peningastefnunar og fjármálastöðugleikans. En nú þetta ferli til að mynda hafið, eins og í Bandaríkjunum, þar byrjað að hækka hægt og rólega vexti upp frá því að vera litlir eða engir. Ekki líkur á því að fleiri svona svæði í heiminum muni fylgja þeirri stefnu? Það ómögulegt fyrir mig kannski beint að spá það, en við höfum séð hvernig samspilið hefur verið núna með vaxtahækkun í Bandaríkjunum, hvað það hefur haft mikil áhrif á gengi gjaldmiðla víða heim. Það voru miklar hreyfingar. Við sáum hlutabréfaverð í Bandaríkjunum bara húrra niður núna í október sem veldur óstöðuleika fjármagnsmörkuðum. Þannig að meðan alheimskerfið að leita í svona jafnvægi, þá verður ákveðin órói á sama tíma. Þannig að það svona órói og óvissa sem hefur aukist. Þannig að það einhvern veginn erfitt að finna einhverja lausn þar sem allt gengur áfram upp. Ein ákvörðun eins og til dæmis í Bandaríkjunum það að halda áfram þessu stýrivaxtahækkun, hún hefur áhrif á gengi á markað og svo framvegis. Akkúrat, þannig að þetta bara svona tímabil sem við erum að fara inn í. Þið fjallið líka aðeins gengi krónunnar og það gengi hefur mikil áhrif á
líf og störf okkar landsmanna og við búum við það að vera með okkar sjálfstæðu mynt og hún sveiflast meira en kannski flestar aðrar myntir í löndunum í kringum okkur. Hvaða þættir eru það sem eru að hafa þessi áhrif á gengi krónuna núna, þessa miklu sveiflu sem átt stað að undanförnu? Já, við sáum að krónan seig svolítið þegar fréttir WOW voru hvað mestar og mögulega greip þar svona einhver smá panik í sig því þetta gerðist svona mjög hratt og Seðlabankinn greip þá inn í og markaðurinn róast. En hort fram á veginn þá þetta gengi krónunar einfaldlega háð bara því sem við fáum inn af erlendu gjaldeyri og hvað við notum mikið til að kaupa erlenda vörur. Þannig að hvernig ferðaþjónustan þróast á næstu misserum, það kannski svona stóri þátturinn hvað var að gengi krónunar. Ég spyr vegna þess að það verið mjög misvísandi skýringar hjá greinendum það hvað hafi orsakað þessar miklu sveiflur sem hafa átt í stað á undanförnum vikum og mánuðum. Og ein skýringi sem verður sett fram svo að fólk hafi bara einfaldlega sem á sparifé hefði fluttað út úr landi vegna þess að það var hrætt við það að það væri einhvers konar kólnun að fara að eiga sér stað, kannski brattar í kólnun en við var að búast. Þetta skýring sem við okkur rökast tíðast? Já, við hefðum nú allar þessar skýringar alveg á hreinu þá og getum spáð fyrir gengi krónunar, þá getum við nú lagt niður mörg störf í Seðlabankanum. En þið hljótið að sjá þessar hreyfingar sem eru á peningum inn og út á landinu. Þú veist hvers eðlis þær eru? Við sjáum það nú ekki niður á einstaka aðila. Seðlabankinn með upplýsingar bara svona stóru myndina þannig að hverjir koma inn og út úr viðskiptabönkunum á hverjum tíma fyrir sig við ekki með upplýsingar En það svona meira stóra myndin sem við lítum á. Þú myndist aðeins á það áðan þegar Seðlabankinn greip inn í þegar fréttirnar fjármögnun WOW voru svona sem hæstar. Hann stutt síðan hann greip aftur inn í, bara réttar sagt í gær og núna gerist þetta tvisvar á tiltölulega skömmum tíma að Seðlabankinn grípur inn í á gjaldeyrismarkaði til þess að hafa áhrif á gengið og hafði ekki gerst þá í töluvert langan tíma, svona allan ansi marga mánuði. Hvað það kannski við það sem útskýrir það að við séum núna að upplifa eitthvað svona tímabil þar sem eru frekar í inngrip en það tímabil sem við vorum að koma út úr? Nú það yfirlýst markmið peningastefnunar að Seðlabankinn grípi inn í ef að flökti á markanum mjög mikið. Þannig að ef krónan hreyfist svona hratt og mikið á fáinu dögum að þá það metið hverju sinni hvort að grípa skuli inn í til þess að róa markaði. Getum við átt von á því að þessi inngrip verði tíðari með því að áhættuþættirnir í umhverfinu okkar svona fari yfir á hærra áhættustig? Já, nú get ég ekki tjáð mig og lofa fyrirfram hvenær og með hvað hætti Seðlabankinn grípur inn í, það metið bara hverju sinni. Já. En aðdragandinn að slíkum ákvörðunum væntanlega tiltölulega skammur, þið fylgist með bara þessu skammtímasveiflum og ef þær eru miklar þá gripið inn í. Alveg klárlega, þannig hefur framgangsmótin verið hingað til. Kannski að lokum, hvernig eru heimilin og fyrirtækin á Íslandi í stakk búin til þess að takast á við einhvers konar lendingu af þessari flugferð sem við erum búin að vera á undanförnum árum, þessu mikla vexti, miklu kaupmáttaraukningu, mikilli styrkingu krónunnar að minnsta kosti við lengra tímabil. Hvernig eru við í stakk búin til þess að takast á við þetta? Við erum vel í stakk búin. Við höfum sjaldan verið í eins góðri stöðu. Bara við lítum á skuldir heimilanna þá erum við að sjá bara betri mynd en við höfum séð síðustu 2 áratugi og svipað sögu að segja með fyrirtækin, þar hefur skuldavöxtur þá verið örlítill meiri en hort svona í sögulegu samhengi síðustu 20 árin þá stöndum við sterkt. Þannig að við hefum ekki að búast við því þótt að það verði einhvers konar lending í nánustu framtíð að við þurfum að fara í gegnum svona endurskipulagningarferli eins og við þurftum að gera á árunum 2009 og 2010, bara atvinnulífi og skuldum heimila. Það þykir mér ólíklegt. Harpa Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabanka Íslands, takk kærlega fyrir komuna. Við komum aftur að vörmu spori.